Slagakringlan að öllu hjarta sem passa nú vel við blóðbankann. Svo líka það þannig að hér koma 360.000 manns á mánuði. Hér gríðarlega mikið traffík og þau markmið sem blóðbankinn hefur sett sér varðandi fjölgun blóðgjafa passa mjög vel það að komast nærri traffík. Hér kemur fólk, hér næg bílastæði og það mjög auðvelt að sjá þessi samfellur saman. Hér staður sem fólki kemur. Við erum alltaf komið með góða reynslu á Glerártorginu á Akureyri og víða erlendis einmitt þetta gerst að reyna að færa þá blóðsöfnunina nær fólkinu og í svona fjölmennum stöðum mikið verslunarkjörnum. Það sem við leggjum áherslu í Kringlunni að auka ekki bara verslan heldur líka þjónustu og afþreyingu og alla svona tengda þjónustu og blóðbankinn sannarlega einn hluti í því stóra púsluspili. Aðgengið hérna mjög gott, auðvelt að rata, konar skýra merkingar og svo kemur fólki hérna inn í þetta yndislega bjarta rými, góð vinnuaðstaða fyrir starfsfólki okkar, miklu betri heldur en var á Snorrabrautinni. Þannig að ég held að þetta verði bara kostur fyrir alla og mikilvægur einmitt þáttur í þessu að stækka blóðgjafahópinn okkar sem mjög mikilvægt verkefni. Við þurfum að vera með ríflega 10.000 blóðgjafa á ári. Við erum stundum þarna rétt fyrir neðan, til dæmis á síðasta ári sem ekki gott og þess vegna þurfum við að efla þetta og það að stækka hópinn í nýju blóðgjöfunum og við viljum helst ná 2.000 nýjum blóðgjöfum ári. Þannig að árið fer reyndar vel af stað, við erum bjartsýn að við náum þessu á þessu ári og sérstaklega með opnuninni hérna. Og nýjum blóðbankabíl, má ekki gleyma honum sem við tökum í notkun í byrjun næsta árs. Þannig að það eru spennandi tíma framundan og bjartframundan þegar kemur að þessu og ég mikill og fullu bjartsýni og svo náttúrulega þetta starfsfólk sem við höfum hérna alveg yndislegt.